Verið velkomin í eftirvaktina, hlaðvarp skemmtanabransan, veitingabransan og tónlistabransan. Sjálfur heiti ég Birgir Olgeirsson og með mér eins og svo oftast hver? Baldur Heimisson, blessaður. Baldur Búi Heimisson, eigandi og rekstrarstjóri á Dönsku Krónni og við erum með alveg mjög ótrúlegan þátt í dag því að viðmælandinn ekki að verri endanum. Það engin annar en Halldór Gunnar Pálsson. Öndfirringur, flateyringur, tónlistarmaður, gítarleikari, upptökustjóri og hann fyrirverandi kokkur og vörubílstjóri og málari, lagahöfundur, við skulum ekki gleyma því. Nei. múrari Og ef við svo ólíklega vill til að einhver sem að hlusta á þátt þekki ekki alveg skil og Halldóri Gunnari og af hverju við erum að fá hann í þáttinn, þá þetta maður sem að hefur núna hvað var að segja, undanfarin 20 ár borið ábyrgð á svona helstu og stærstu skemmtunum og viðburðum sem að hafa verið haldin hérna á Íslandi. Vá. Já. Og það ekki ólíklegt að svona, ég ætla ekki að segja hvað 85% landsmanna hafa einhvern tímann stigið í dans þar sem að Halldór að spila. Já, það getur verið. Já. Og, Ég ætla að lefa að klára bara. Já, klárum þetta. Halldór hefur ég hafi verið 15 ár sem að hann var að stjórna sunnudagsskemmtunni á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Já, ég spilaði ykkur 14-15 ára þjóðhátíð og ég var með sunnudagskvöldi. Ég veit ekki hvað, ég byrjaði ekki með sunnudagskvöldi. Já, hann spilað á stærstu viðburðum, hann spilað í minnstu húsunum, hann komið víða við og í dag erum við sem sagt að ræða við Halldór Gunnar Pálsson skemmtanabransan og hans sögu. Já. Hvað byrjar þetta? Allt á Flateyri eða? Já, þetta byrjar sjálfsög á Flateyri. Amma var að selja kassagítara á Flateyri. Svona ítalska kassagítara sem voru alveg hræðilegir. Og með því fylgdi svona bók, gítarskóli Ólafs Gauks með svona kassetu. Það sem ég læriði svona allar helstu Maríurnar og Maríurna og Þórsmerkurljóði og eitthvað svona. Ég man ekki alveg, ég hef kannski verið svona 11 ára eða eitthvað og bróður minn Önundur sem trommuleikari, hann benti mér á það að ég var með svo astnarlega putta að það væri nú engin ástæða fyrir ég ætti að halda þess áfram, þannig að ég hætti því og ætlaði síðan að vera trommuleikari og svo var Önnur náttúrulega betur trommuleikari en ég, þannig ég ákvaði aftur að vera gítarleikari og þá var ég orðinn svona 13-14 ára eitthvað svoleiðis og svo bara, já þegar maður býr í litlum bæ út á landi og ef maður tekur upp hljóðfæri og endar í hljómsveit þá fær maður nógu reynslu, þannig að það byrja ekki starf þar. Ég ætla kannski varpa að ljósa á hvað lindamála ég og Halldór Gunnar ágætisfélagar og höfum þekst í talsverðan tíma. Vorum með þess að saman í hljómsveit? Já, og ég bjó í Bolungarvík á þessum árum. Já. Einhverjum nokkrum árum yngri en Halldór. Maður fór svolítið að heyra af einhverju góðsögnum Halldór Gunnar. Vá. Bara á milli bæjarfélaga á Vesturum. Það einhver gaur á Flateyri. Yfir heiðina. Já. Hann bara eitthvað svo allra besti gítarleikari sem hann sögur fara af. Hvernig þetta? Þú segir 13-14 ára. Já. Og hvernig ertu orðin bara full numinn og farin að spila á skemmtunum á Flateyri? Sko ég spilaði fyrsta áramótaballið mitt 3-15 ára, 15 ára og 16 ára. Og það nú fyrsti viðbröðum sem ég held. Ég glemði aldrei, ég var svo glaður daginn eftir þegar ég var að skúra félagsemlið. Mér fannst ég á svo góðum launum. En tímaköpið var náttúrulega ræðilegt vegna sem þurftum að læra ykkur 40 eða 50 lög. En já, það er fyrsta ballið mitt. En ég var náttúrulega að byrja að spila fyrr, bæði í tengslu við tónlistarskólan, það kom kennari á Flateyri sem að kendi líka í Bolungarvík. Og þá var maður látinn læra fullt á Rolling Stones lögum og Þrek og Tár söngleikinn og eitthvað svona. Og maður kannski byrja að spila eitthvað í tengslum við tónlistarskólan. En fyrsta ballið mitt, já, sem ég man eftir. Og þegar þú horfir svona tilbaka, þú tekur upp gítarinn, lágu þetta strax bara fyrir þér. Þú veist, heyrðir tónlist bara öðru sinni annað fólk og þetta bara leiddi strax út í puttana. Þú skildir þetta. Hvað ætla ég nú ekki að segja? Nei. Þetta er búið að vera tempel og brasa. Ég veit ekki, ég hefði bara alltaf svo mikinn áhuga á þessu og á þess að vera, já, skulum orða það bara einhvern veginn þannig að gítarinn og tónlistin kom einhvern veginn á réttum tíma inn í líf mitt, þannig að fókusum minn fór á eitthvað sem að ég hafði áhuga á, ég náði tökum á og hafði gaman að, sko. Svona já, 14 ára, eitthvað, 13, 14, 15 ára, svona sviparleiti og Nevermind kemur út
með Nirvana. Já, ég nefnilega segja eftir að fólk spyr mig af hverju byrja að spila gítar og ég með hvernig tónlist ég spila í dag þá er mér fyndið að segja frá því að það er nú bara út að finna unplugged tónleikunum hjá Kurt Cobain sko. Gekkjaði tónleikar. Já, þannig að nei, ég ætla ekki að segja þetta eitthvað endilega verið bara, já, þetta er það sem ég á að vera að gera þó kannski fólki í kringum mig hafa sagt, já, þetta er það sem þú átt að vera að gera og allt annað sem ég hefur reynt að gera í lífinu ég hefur alltaf stoppað vegna þess að það að vera í músík eða spila á hljóðfæri mitt hefur liðið fyrir það og svona kassagítarinn rykfellur út í horni og þess vegna var ég vil meina ég sé seinþroskað, ég var svona lengi að átta mig á því ég ætti að vera tónlistarmaður þannig að, já Sko, í þessu sem ég langar kannski ná svolítið fram er að þú ert að læra hljóðfæri fyrir vestan á Veisturum þetta er þá þú ert 13-14 ára og það er 94-95 Já, okkur þar Þannig er kannski internetið ekki orðið það fyrirbæri sem við Ég þekkjum er í svo dag gamall, ég mann eftir því þegar opnaðist hurðin í grunnskólanum og flatir Jæja krakkar, þetta er internet og þú veist ég man svo sterkt eftir einu sinni þú kemur í menntaskólanum í Ísafirði og það er einhver tónlistarhátíð innan Risastóra gæsalappa sem var kallast Mentstock Ég mann eftir því Já og það var sem sagt það voru ágæti menn búin að setja upp svið svo man ég að þú og Goggi og Hlynur mætið með sko Var þetta ekki í salnum jú, og þetta breytist úr sko svið A í svið B og þið byrjaði að spila einhvers konar fusion funk Eða þú vilt kalla það Já, ég man eftir þetta svo sterk myndi í Það er til hausnum á mér, myndir af þessu Já, þegar ég sé ykkur spila og punkturinn sem ég ætla að reyna að leiða að þarna varst þú orðin svo langtum betri gítarleikari heldur en allir gítarkennarar fyrir vestan ok Ég ætla bara að fullera það Ok, þakka það fyrir byrki Nei, ég meina, þú veist, þú spáir í þessu sko, þú veist, að því kennari fyrst er komin í þetta, hann þarf ekki endilega að vera bestur en hann þarf ekki að vera bestur í að sína fólki leiðina að því að verða góður Já, jú, vissulega, góð kennari Já. En sko, mér fannst þú bara að vera komið með tækni og hæfileika þarna og svona sans fyrir tónlist sem að einhvern veginn mér langar svo að segja að þú hafi bara verið með í þér en er hvar svona heldur þetta, þróar þetta sjálfur eða þú heyrir lag í útvarpinu bara þú ert á Flateyri og rástuður að spila eitthvað, tókstu bara gítarinn, pikkaðir allt upp sjálfur og gerði þetta svoleiðis Já, kannski að ykkur leiti, þú veist ég þá er það þannig og ég man að þegar ég var að vinna í frystihúsinu þegar ég var að byrja þá var hádegismaturinn alltaf klukkutími þá var sem svo gaman að fara heim í hádeginu og þá tók ég kassagítarinn og tjúnaði hann bara einhvern veginn skilur, tjúnaði bara næsta strengur næsta í svona open tuning og gætt bara setið og gert bara eitthvað og leika mér, svona hlustaði maður mikið á músík allan daginn og jú, kannski að ykkur leiti svona þegar ég hugsa út í það en sjálfum finnst mér ég alltaf þurft að hafa mjög mikið fyrir þessu Ég veist ekki það skilur Já en make it look easy Já en það er ekki þannig Nei, akkurat og það er kannski eins og menn ég las einhvern bók 10.000 tíma til að verða meistari sko Ég er löngu búið með þá Já, talaði bítan alltaf og ég rætti þetta mikið með golf, ég er búið með 40 tíma golfi sko, ekki var ég atvinnumæður, þannig að snýst kannski svolítið líka hvað þú gerir á þessu 10.000 tímum sko. Já, það er bara svo gaman að spila músík sko. Og svona alltaf maður er búin að harka mikið, skilur, að spila, alls konar, já, maður lærir ýmislegt. En held líka kannski með svona, eins og ég, svona brennandi áhuga á þessu og alltaf hlusta á músík og þú kemur þetta fljóta kannski? Flótur að koma til þín? Já, maður er heppinn, þú veist, í litlum bæði, þú talar Gogga og Hlyn og Halla og Geir og þessa vinnu mínu fyrir vestan. Það er bara svona ákveðin, svona víksla í svona þorpið þegar þú fær lyklana félagsheimilinu. Gjör svo vel, nú ert þú búin að læra G, C og D, hérna er lyklana félagsheimilinu og þá er maður bara þar að djöflast, skilur, bara að æfa sig. Eða þú veist maður ekki að æfa sig, maður bara að leika sig. Já. Og svo kannski magnað með svona þorp að það einn byrjar að spila gítar og það sprengjur út áhuga. Já, bara þú ert að trommur, þú ert að bassa skilur, byrjir einhvern veginn þannig Já, og þessi kjarni sem þú ert að tala þarna þið bara farið bara á stjá og eru alltaf ungir að spila á böllum fyrir alltaf ölva fólk kannski bara mjög fljótlega Jú, við gerðum það sko og þú veist, foreldrarnir fylgdu með til þess að við mættum vera að spila og okkur svona og vorum alltaf bara mjög mikið að spila út allt fyrir vestan Flateyri, Suðureyri, Bolungarvík Ísafirði, Súðavík
svo setna meira á Suðurfjörðunum og rosa gaman að spila Tálknaveri, Já. spilaði mikið þar, Bíldal, já, bara á þessum stöðum, sko. En sko, að því þú segir þarna áðan sem er svolítið merkilegt. Ég ætlaði ekki að vera tónlistarmaður. Ég fattaði ekki ég ætti að vera tónlistarmaður. Nei, ég var mjög lengi að fatta það. Hvað var það sem að þú varst með huga með þarna á þessu tíma? Ég ætlaði alltaf að vera kokkur, sko. Ég fekk matreiðslubók Mikka Mús í jólagjöf eða afmælisgjöf eða eitthvað þegar ég var bara 7 ára og ætlaði bara alltaf að vera kokkur. Kláraði grunnskólan og fór bara í menntaskóla og læra kokkinn og fór að vera að vinna á Hótel Sögu og Hvað ertu gamall þá? Bara, þú veist, eftir fyrsta bekk í mentó. Já. Hvað er maður gamall þá? 16 og 17. Já, þá flutti ég á Birkimel, bara við hliðin á Hótel Sögu og var að vinna þar. Og Hvað árið þetta fyrir ekki? Það var að láta mig reikna. Nei, hann er... Nei, ég bara hugsa... Ég fættur 81 Já. og já, þetta getur bara eitthvað 98, 2000. Já, 98, 99, 2000, aukstað þar. Og já, það var einmitt þar sem það gerist þegar ég var að vinna á Hótel Sögu, þú veist, og allir þeir sem hafa unnið í eldhúsi vita það að þetta eru langi dagar og þú veist aldrei í frí, þú bara vinnur sérstaklega ef þú ert yngstur eða nemi og þá einmitt rykfjall kassagítarinn út í horni og það kom svona moment hjá mér þar sem ég get þetta ekki, ég get ekki gert þetta, ég veit ekkert af hverju og þá fór ég aftur vestur, þá vorum við saman í menntaskóla, ég og þú ég var alltaf verið svona late bloomer og en svo hefur bara einhvern veginn ég hef alltaf fengið svona hugljómanar along the way bara þú átt að vera að gera þetta og ég var orðin 25-6 ára gamall þegar ég loksist tek ákvörðunina ég ætla að vera tónlistarmaður og ég man ljóslifandi hvernig það gerðist og hvar það gerðist ég var að koma úr einhverju viðtali upp á RÚV, ég man ekkert út af hverju og ég ringi í vinn minn í Hveragerði, Magnús Þór Sigmundsson árum við aðeins byrjaði að vinna saman og ég eitthvað bara svona velta þessu fyrir mér hvert ég að taka stökkið og hann segir já, það er bara mjög mikið að þú tekir þessa ákvörðun í dag vegna þess að sama hvaða ákvörðun þú tekur það tekur 10 ára að vinda ofan á henni ef þú tekur ákvörðun að vera ekki tónlistarmaður í dag þá þarf það að endurskoða það eftir 10 ára og það er sem margt sem getur gerst á 10 árum en ef þú tekur ákvörðun í dag að þú ætlar að vera tónlistarmaður þá getur þú endurskoða það eftir 10 ára og 10 ára líða svo rætt þegar maður er komin yfir einhvern ákveðin aldur og lífið tekur við þannig ég tók þá ákvörðun þar og það er orðin 20 ár síðan Já, þetta er þá 2006 ykkur staðar þar þetta er svona þá ertu sko búin að spila þá þegar á samt þegar þú ætlar ekki að vera tónlistarmaður þá ertu nú samt búin að spila á einhverjum, ég ætla að segja 1000 böllum Já, bara, ég er búin að spila ég ætla bara að spila alla ævi og ég er bara alltaf verið í hljómsveit og alltaf verið að spila og alltaf verið að gera eitthvað sko. Og þú fer suður þarna eftir menntaskóla 2005, eftirminnilega Nei, en þú ferði í FIH Já, eftir að ég fór aftur vestur og kláraði stúdentinn þá ákveði ég átti alltaf svona bækling heima frá FIH og mér langaði alltaf svo að fara í FIH mér fannst það bara eitthvað sem ég varð að gera fyrir sjálfa mig og á þessum tíma var ég kennari á Ísafirði og Þingeyri og Flateyri kenna á gítar og ég læt verða að því að fara í inntökupróf í FIH og ég komst inn og ákvað bara að taka stökkið, þetta var bara eitthvað sem ég þurfti að gera og á mjög skömmum tíma þá er ég semst í FIH ég neita að flytja lögheimili mitt mér fannst það svo skrítið, ég þurfti að flytja lögheimili mitt vegna þess að það var tónlistaskóli á Ísafirði en ég var kennari við tónlistaskóla á Ísafirði og fyrir mér var ég bara að fara suður til að læra gítar og kom svo aftur heim og þannig ég borgaði mótframlag sveitafélagsins mitt sjálfur í FIH þannig að veturinn minn var aðeins dýrari heldur en í öðrum en það vildi svo heppilega til að það var góðari á Íslandi og það var nóg að vinna að hafa þannig ég vann sem múrari með FIH sem var náttúrulega mjög heimskulegt Er ekki gott fyrir puttana? Nei, og bara svolítið langi dagar og eitthvað svona og já, ég geri það og ég man að skólastjóri sem það var í FIH hann bauð mig nú að taka við stúdíónu í FIH og eitthvað svona en til að gera langsögu stutt að þá hvernig var þetta? Ég fór á upptökunámskeið hjá Gunnari Smára sem er nú eitt frægasti upptökumaður Íslands sögunar átti heima í hljóðrita í mörg ár og
býr út á Spáni núna í Helli og var á upptökunarski með honum og Tryggva Húbner og Ragnheiður Gröndal og lærði á Pro Tools og Tryggva Húbner rekur gítarskóla Íslands sem að og hann horfir eitthvað svona á mig eftir eitthvað 2 tíma Dóri, hvað ert að vinna? Ég múrari, það er bara vitleisa Viltu ekki bara koma að vinna hjá mér? Ég segi, hvað gerir þú? Að ég gítarskóla Íslands Jú, þá er bara frábært Séð á mánudaginn, svo lappar hann áfram snýr sig við og horfir á mig Kanntu ekki annars á gítar? Það verður bara komið ljós og fæ vinnu þar fyrir að kenna og til að gera langa sögu en styttri þá kom millibils ástand það sem ég var bananabílstjóri sem var kannski ekki mjög gott karriérmúr fyrir tónlistamann en fer ég atvinnuviðtal á í Skífunni langaði bara að vera að selja plötur og vera í FIH og bara alveg svona á kafi í þessu en það fór ekki betur en svo að ég var ráðinn sem verslunarstjóri Skífunnar og og þá hafði ég náttúrulega enga tíma til að vera í FIH og svo var ég framkvæmdastjóri Skífunnar hætti í FIH, Fjallabræður eru til en á þessum tíma þá fer ég inn í FIH og kynnist öllum sem í FIH á þessum tíma fólk sem að síðan mér fór bara mjög mikið út í bransan heima og ég fer að vinna í Skífunni þannig ég kynnist öllum sem að gefa út tónlist öllum útgefendum öllum þannig að það var ekki meðvitað en ég kynnist bara mjög breiðum hópi fólks í bransanum bara á einu bretti, það var ekki planað fólk sem ég þekki ennþá í dag og er að vinna með það þannig að þetta er góð leið Þetta eins og ég og Baldur, við kynntumst í verkfræðin í Háskóla Íslands Já, mitt sér hvað við erum í dag Framúrskarandi nemendur þar En Ég sá það þegar ég voru að stilla upp það eru báðir verkfræðir menntaðir Algjörlega, þetta er bara retningar út í eitt Já, en Fjallabræður, ég var svona hvenær byrjaði það? Þetta er allt svona einhvern veginn og svipuð reiki þarna þetta gerist einhvern veginn allt á sama tíma þessi ákvörðun að vera tónlistarmaður Fjallabræður til og hætti að vinna hjá Skífunni og allt þetta og þetta er svona, veitu hvað ára núna 2026, Fjallabræður eru 20 ára þannig að, veist, þetta make a sense Þetta er einhvers staðar þar og Fjallabræður verða bara til svona fyrir tilviljun einhvern veginn svona vísirinn að í 25 ára afmælinu mínu og þá syngja félagið mínir fyrir mig afmælisöngin eftirminnilega það var ekkert sérstaklega gott en svona stuttu eftir það þá hitti ég mann sem heitir Ásgeir Guðmundsson og það eru saman einhvern haugur og lögum ég sting upp á því að það þurfi að hafa kór og þá er bara hringt í félagana að vestan og 2 dögum seinna tekinu plata og rest is history. Í kirkjunni Þorlákshöfn. Kirkjunni, þú varst þar? Já. Af hverju Þorlákshöfn? Ég held hún hafi bara verið laus. Já. Þetta er nefnilega stundum ekki flottar en það, sko. En þetta var fyrst bara félagar að vestan? Já. Þú veist, ég kem 81 árgangurinn á Flatri, eru bara strákar. Það var ein stelpa sem var í fyrsta bekk held ég. Og en svo erum við bara gaurar við erum alltaf kallaði Víkingasveitin og já, það er bara eitthvað alltaf fyllt mér ég er alltaf verið með kóri kringum mig að því, sko það er svolítið magnað hvað þú nærð að búa til flott koncept í kringum Fjallabræður en var það visionið sko, ég man einhvern tímann býður mér á tónleika í Háskólabíó með Fjallabræðurum og ég mæti og ég bara wow, þú veist og ég fór til að hugsa því ég satt út í sal sko, þú veist, þegar Halldór var í Þorlákshöfn, í kirkjunni og takit upp var þetta þar sem að þú sást fyrir þér sko, þetta sko geggjað sjó og bara semja ógeðslega flott lög þú veist með Magnús Þór það var svo flott sjó veist, var þetta vissjónu sem þú hafðir þegar þú keyrðir inn í Þorlákshöfn og ætlar að taka plötu? Nei, alls ekki ég var bara að gera, ég var bara að hafa gaman og þannig að ég get ekki sagt það og þetta er raun og alveg ævintýralegt hvernig þetta gerist með Fjallabræður vegna en segja, við hittust minni mig á föstudegi og ég kenni ykkur lögin gerði þau hrapalegu mistök að svo á æfingu var haldin í miðbæ Reykjavíkur á föstudagskvöldi þannig að ástandið á hópnum þegar mætti kirkjudaginn eftir var alveg bara svona, það voru sumir á bekknum til að byrja með Hvernig fer ég í 500 Já, og bara hafa gaman en svo hann ekki alveg hvernig það gerðist að við
erum fengnir til að spila á Icelandic Airwaves I don't get it spilaðum í Fríkirkjunni það var alveg geggjað og við það þurfti að bæta aðeins í hópinn og ringi fleiri félag og stekka aðeins skórinn og þurfti að bæta við hljóðfæraleikurum og þá var Unnu Birna Björnsdóttir kölluð inn og það var gaman og það gekk vel og síðan voru við allt í henni beðnir að spila á menningarnótt á Klambaratúni, Rás 2 Þetta 2008 þegar Peking Já, það kemur sko, það er bara svo gott við erum beðnir að spila á menningarnótt og síðustu stóru árshátíð Landsbankans sem var haldin hvað heitir þetta, í Fífunni eða, nei, það sem bíóið er upp í Grái Egilshöll, takk þar var síðasta stóra árshátíð Landsbankans fyrir hrun og ég skildi ekki af hverju vorum eitthvað svona surprise atriði í dyrinu, þú veist, í andirinu þetta var mjög skrítið og við sem alltaf engin hverju við vorum en það var mjög gaman og þá þurfti að bæta í hópinn og svo eru bennir að spila á Klambaratúni, Rás 2 sem að mér fannst aftur mjög einkennilega ákvörðun og þá þurfti að bæta í hópinn og þetta gerist allt bara mjög stuttu tímabili þetta gerist örugglega frá október og fram í hvernig er menningunótt, ágúst og svo fæ ég allt í einu símtal vegna þess að íslenska landslið vann silfurverðlaun út í Peking í handbolta og við vorum beðnir að syngja á Arnarhóli þegar var verið að taka á móti liðinu og ég bara, af hverju eru þið að ringi í mig, þú veist, hvað er þetta? Og það er mjög gaman, ég sá okkur myndir þessum daginn og það var þetta bara eitthvað Óli Stef, Dorrit, Ólafur, ég og svo kórinn og bara allir vinir já, allir vinir minnir og já, og svo bara einhvern veginn höfum við verið að gera alls konar hluti síðan þá sem eru bara alls konar en þetta gerist mjög náttúrulega en þetta var alls ekki sýnin mér langaði bara búið til músík og semja lög já, einhvern tímann held ég man ekki hvernig sko það er mjög merkilegt til dæmis sagan af því hvernig hún kynnist Magnúsi Þór Sigmundsssyni já, það var semst eldri borgara frá Vestfjörðum voru staddir á Hótel Örk í Hveragerði og það var svona happy hour 2 fyrir 1 eitthvað á 3. kvöldi og við ákveðum að fara fjallabræður og syngja fyrir fólkið okkar og það hefur náttúrulega verið mjög vestfirsk slagsíða í fjallabræðurum allir tíð, þetta er allt vestringar og hann Ólafur Páll útvarpsmaður á Rás 2 Gunnarsson, sem ég kynntist í raun og verið gegnum pappa pappi fekk hann til að vera kynnir á tónleikum sem við spilum á vagninum á Flateyri fyrir 30 ára síðan þar sem að Rúnar Júlíusson kom líka og spilaði með okkur Rolling Stones lög og Pétur Kristjánsson tók Wild Thing og önnur saga eins og ég er að segja þetta er bara áframgak allavega Óli býður Magga á tónleikana Maggi heim í Hveragerði og við tökum Íslandi landið og tókum það alltaf og hann sem sagt kemur og hlustar á þetta og ég fyrir að kynna mig fyrir honum eftir tónleikanum og segja blessaður Halldór já blessaður Magnús og svo hvernig fannst þér, ég er að spila þetta vitlaust þá var ég eitthvað búin að rögla gripunum eitthvað í Íslandi landið eitthvað óþarlega en á bara næstu 2-3 dögum sko, þá semur hann 2 lög eitt sem heitir Til fjalla sem er bara okkur og annar lag sem heitir Freyja sem við síðan tökum upp og til að gera langsjóðu stutt að þá var það bara lag sem að svona sló í gegn, fór í fyrsta sæti á Rás 2 og okkur svona sem var aftur mjög einkennilegt. Ég ætla að fá að spóla 2 svar tilbaka af því að við erum með menna eins og mig og Baldur sem að hlustum bara á techno og hvernig útskýrum Magnús Þór Sigmundsson fyrir fólk sem að veit ekki alveg hver hann er. Magnús Þór Sigmundsson er bara einn ástsæðlegasti höfundur okkar þjóðar og bara alveg stórmerkilegu maður. Hann kemur úr Njarðvík, hann er hinn helmingurinn af Magnús og Jóhann, hann var í hljómsveitinni Change, hann samdi Íslandi landið, Ást sem að Ragnhildur Gröndal syngur, Þú átt með ein, Villa Vill og einhver 500 eða 600 önnur útgefin lög. Hann er bara einn af okkar bestu singer-songwriters, bara lagahöfundum og listamennum sem við höfum nokkuð átt. Já, bara ótrúlega maður. Ég er að komast að því hlusta síðan á því, segja frá sig að þú ert að vera svolítið samofinn Íslandssögunni því að þú ert þarna hátíð í góðærisins. Þú tekur það alveg með trompi með fjallabræðurum og ert á sviði með Ólafur og Dorrit og landsliðinu. Síðan eftir komið með þetta lag Freyja
Já, sem bara nokkuð mikil ádeila á þetta allt saman. Sem verður bara baráttu söngur hérna fólksins gegn auðvaldinu líka við. Ég aðeins dramatískur en þú skilur hvað ég við. Já, það bara einhvern veginn gerðist, ég heldur við að spila einu sinni á Austurvelli. En, þú veist, Maggi bara eins og Dylan, þegar Dylan var með öll þessi lög, hérna, þegar Bandaríkinu voru að fara gegnum social change, þá voru alltaf verið að biðja Dylan að vera fremstan í röðin. Hann segi, nei, ég ger það ekki. Þú veist, ég sem bara lag, hvernig þið túlkið lagið og hvert þið farið með lagið, bara gangi ykkur vel og það er bara fallegt. Og það sem að Maggi er góður í, sko, hann er góður í mörgu, hann er góður í að vera svona sjáandi, sko, segja bara svona lýsa aðstæðum og svo máttu bara túlka þetta eins og þú vilt, sko. Sumir tóku þessu sem lagi sem ádela á það sem þeir voru að gera, útgera fólk út á landi, fjölskyldu útgerir eitthvað svona, þannig að fattu, nei, eru þið ekki búin að vinna heilindum alla tíð? Jú. Og þetta er lagið ykkar. Já, þetta er besta lag sem ég nokkuð hefur neitt. Þetta er eins og þættirnir verbúðin að menn tóku þessu sem ádela á kvótakerfið og svo sagði stöðnist með kvótakerfið sjá nefnilega hvernig þetta var fyrir kvótakerfið. Ég minna það er bara þannig með all lög og bara, annars að vera eitthvað á háflögu, bara með alla list, þú veist, þú túlkar þetta bara eins og vilt. Lagið fjallar eitthvað eitt og tökum bara lagið eins og húsið er að gráta, alveg eins og ég. Það eru tár á rúðunni sem leka svo niður veggina. Mér finnst rigningin góð. Glemdi ég. Ég er að segja, þú veist, þú hlustar á lagið og þetta er bara svona partílag og bara partílag þjóðarinnar frá byrjun, en ef þú lest bara textan þá snýst þetta um það hvernig við líðum nú bara svolítið vel með að líða illa. Já, akkurat. Þetta er nefnilega reynda beautyin við íslenska tónlist að þú veist, við erum hérna að syngja þetta úr okkur lungun, sko, skemmt okkur við að syngjum hérna mann sem að dreymir konuna sína sem er dáin og eina skipti sem hann hittir hana er hérna í draumi. Já, sko. Nína. Já. Það er líka rosalega hvað þessi lög mörg eru bara tímalaus, sko. Það er bara, maður lendir í með bara niður í bæ, sko. Það er bara 22, 3, 4, 5 ára gamlir hópar, sko, að ösku syngja með hérna tíndugjöfslónið og öllu þessu dóti, sko. Já, sumt er tímalaust og hann er yfirlega textinn. Já. Eða eitthvað, maður veit ekkert hvað það er. Ef ég vissi hvað það væri, þá var ég sennilega ekki hér. Ég var bara upp í stúdíu og semja fleiri svoleiðslög. Hérna, sko, þú ert þarna í mér fjallabræðurum og það er hérna komið 2010. Eitthvað svoleiðis. Þá hefði maður geta haldið að vera komið einhver endur á sögunni, þú voru eitthvað sattur, nei grín, en There is no plan B. En sko, mér líður eins og það næsta sem það gerist er að þú ert bókaður og giggi í Vestmannaeyjum. Er eitthvað milliskrif þarna? Þetta er svona á reiki, sko. Ég kynnist Sverri Bergmann og það gerist í gegnum Fjallabræður vegna þess að, hérna, og Skífuna. Sverri er gáð plötu og ég tek á móti honum á plötunni, ég kynnist honum þar. Já. Síðan eru Fjallabræður af einhverju óskiljanlegri ástæðu beðnir að koma og syngja með Kallakórnum heimi í miðgarði í Skagafirði. Kallakórinn heimir fagnar 100 ára afmæli á þessu ári. Þetta er bara, þú veist, þetta er Kallakór inn. Þeir eru svo góðir. Og okkur fannst það náttúrulega bara mjög sérkennilegt að vera boðið í Skagafjörðin og hérna, áttum að fara að syngja með þeim. Og langar svo stutt að það var stórkostlegt gig og við fórum bara og vorum við sjálfir og vorum ekkert að reyna að keppa við þá. En pappan Sverri sér í kórnum. Hann er í Kallakórnum heimir og maðurinn og mömmu er í kórnum. Og hérna, og ég svona gerði smá grína Kallakórnum heimir og hérna mættum með trommusett og okkur svona, vorum með læti og svo kom Sverri til mín og sagði eftir gigið, við höfum svona aðeins kynnst í skífuna og sagði, sá maður sem kemur í Skagafjörð og getur gert grína Kallakórnum heimir og fær síðan blómvönd. Ég var alveg til að gera músík með honum og þá sagði ég hann, ég er alveg til að gera músík með þér eða þú ert til að spila með mér og hérna, og þá byrjuðum við að spila saman og eigum við mitt fyrsta gigið okkar á dönsku kranni. Þannig að þetta gerist ykkur starf þarna fyrir 17 ára síðan eða eitthvað svoleiðis. En tökum aðeins þann part sem að hérna þú og Sverrir. Þeir hafa nú gert ansi gott mót fyrir ykkur hérna á dönsku kranni. Jú, ég hef nú verið að koma núna alltaf í jóteginni minna reglulega bara. Ég hef verið búin að spila sko 30-100 sinnum á þessum bar sko. Við lærðum bara að verða félagar á þessum bar og hérna
Já, bara spiluðum ógeðslega mikið þannig til að byrja með. Allt og löng gig. Sverrir hafði aldrei verið að gera eitthvað svona, sko. Og já. Þeir voru alltaf saman. Já. Og já, þetta gerist einhvern veginn þannig og allt annað sem að við höfum sem gert í kjölfarið byrjaði einhvern veginn þannig. En hvernig sem þetta náðu þið strax saman? Þeir eru með svona sömu sýn, sama áhugasvið í tónlistinni eða bara þið klikkið bara strax? Við erum bara góði vinir, sko. Já. Við erum óleikir, sko. Við erum svolítið eins og skjaldbakan og hérinn, sko. Hvor er hérinn og hvor er skjaldbakan? Já, hann er alltaf algjör skjaldbaka, sko. En bara, hann er bara svo góðu gæi, hann Sverrir. Og við náðum bara svo hrikalega vel saman. Það var bara gaman hjá okkur. Og Hann er líka ágætur að syngja. Já, hann er frábær syngari. Skulum ekki gleyma því. En það þýðir ekkert eða það er ekki gaman að vera saman, sko. Og við höfum bara djöflast í þessu alla tíð, stíðum hvern annan í það sem hinn er að gera. Hann er guðfæði dóttir minna og ég er guðfæði dóttir hans og við erum bara partners for life, hvort sem að það er músík eða eitthvað annað. En það byrjar í gegnum músíkina. Já. Og það er að finna, sko, kona mín, hún er svo sem að opnaði Dönsku Krána og þá var hún sem reið okkur í þetta gig. Hún hafði trú á okkur. Þetta getur verið ágætis dú. Já. Þeir eru ágætir strákar. Nei, en sko, það var eitthvað tónnana strax í upphafi, heyrðu maður. Já, okkur leið vel saman og við hefum hvern annan upp. Þín orð er fínn gítarleikari og hann er frábær söngvari og svo eigum við bara skap saman. Já. Það hjálpar. Í svona tónlist, þetta skiptir svolítið máli að fólk ná vel saman eða? Ég myndi segja það. Ég hef heyrt sögur af eins og til dæmis, hann sagði mér hann sjálfur, ég ætla að vona hann takkið ekki styrt upp að ég hafa eftir, en hann það var að klepa þetta, ég man ekki hvað hann heitir ekki. Hann Pétur Hallgrímsson. Já. Hann var gítarleikari hjá Kylie Minogue og hann fór í audition. Hann spilaði ekki eina nótu í auditioninu. Þeir voru bara að tjekka hvort það var hægt að hanga með honum í rútunni, sko. Bara vibe check. Bara vibe check. Það skiptir rosalega miklu máli í svona bara þessi gaman. Já, það er gaman að þessu. Ekki verið við ríkir á þessu, eða rík. Svona sumir. Hvað er að vera ríkur? Já, þú er það annar mál. Þú Sverrir eru konið saman og eru þá farið strax að gefa tónlist eða hvernig gerir þetta? Nei, við kannski, og hafa skal það er mjög skýrt að ég er ekki að bera okkur saman með þá, en það er kannski svona svipaði svo Bítlarnir, sko. Þú ferði í það að bara spila ógeðslega mikið og bara spila áður en að við förum að gera eitthvað annað. Svo gerist það bara náttúrulega. Gerum við einu plötu fyrir senu sem heitir Falli lauf, svo gerum við Auðun, það er sterkt Sauðárkróks genið, fórum að gera einhver föstudagslög fyrir FN957, held ég eitthvað 50 eða 60 lög, það var allt cover, sko. FN95 blöð, já, einmitt. Og já, við erum búin að bralla allan anskotan og svo Fjallabræður, Sverrir við sungið Fjallabræðurlög og svo vorum náttúrulega mikið að gigga bara, hljómsveitin verið til, Albatross og alls konar. En sko, og þið eru að gigga saman, sko, svo það er eitt örlagaríkt gigg í Vestmannaeyjum, er það ekki? Jú, það er eiginlega ógeðslega að finna að segja frá því, sko. Það er einn maður í kórnum sem heitir Hjálmar. Hann er Vestmannaeyingur. Já. Hann kemur inn í Fjallabræður vegna þess að hann seldi Vestfirðingi beltagröfu. Ég áttur að spyrja hvort að segja einhverju inntöku skilir í Fjallabræður. Þetta er kannski eitt að selja beltagröfu. Rosa góða vinur minn og hann er ennþá í Fjallabræðurum og honum fannst þetta eitthvað áhugavert og hann hefur sagt mér að hann segir við fólki í Vestmannaeyjum að það sé sennilega frábær hugmynd að bóka Fjallabræður á þjóðhátíð og það tók því enginn vel, sko. Þótt ekkert sérstaklega góð hugmynd sem ég bara skil og en Hjalli segir eitthvað á þessa leið bara treystiði mér og það samiði með einhverja lágmarksgreiðslu og ef þetta er leiðilegt þá þurfum við ekki að borga. Svo ringir henni og mér segir, heldur þessi ekki bara búið að biðja okkur að spila á þjóðhátíð? Já. Og ég bara, yes! Ég hef ekki hugmyndið þennan díl, sko. Og svo fórum við og
spilaðum á þjóðatíð og það var frábært, það var æðislegt gig, fengum minnum við að vera á föstudagskvöldi bara eitthvað korter yfir 9, fengum korter. Já, korter. Já, og Helviti eru harður að nýju. Já, ég minna, maður þarf að sanna sig, það er ekkert gefið. Og Og restis history svo bara? Já, hvernig er þetta? 2009, eitthvað svoleiðis. Svo tökum við eitthvað annað gig með lúðrasveitinni minni með árinu seinna eða eitthvað, þetta er svona smáriki. En svo ég semst beðin að semja þjóðatíðalag. Það er 2012. Já. Og það aftur skildi ég ekki alveg af hverju ég var beðin að gera það. Mér fannst það ekki alveg mega sens. En ég hafði árið áður verið að spila á þjóðatíð og það var föstudagskvöldinu, það var kveikt á brennunni og það var held ég síðast skiptið sem maður sem heitir Siggi Reim sem var alltaf brennustjóri út í Vestmannaeyjum. Þá var hann keyrt inn á svona vagni, svona gladiatorvagni og það farið meðan hringinn fram fyrir svið og upp að brennunni og það lappar upp að brennunni og kveikir í henni og þeir að spila gladiatorlægið á meðan. Og ég bara hvað ok, this is show business. Og mér finnst þetta svo flott að þetta hafði svo mikið áhrif á mig bara auðvitað. Svona kveiki maður í brennum. Og vel epíst og dramatist. Já, það er engin önnur leið til að kveikja í brennum. Þetta er bara akkurat svona. Maður ætti að kveiki í grillinu sínu svona. Og en allan ég beðin að semja þetta lag og mér fannst það einkennilegt. En ég gerði það bara og ég gerði það bara eins og mér fannst að það ætti að vera og þá satt þetta svolítið í mér sko, þessi stemning og það er ég sem bið Sverrir að syngja lagið og þetta var uppalega hugsað fyrir Fjallabræður og svo fekk ég lúðrasveitina inn í þetta og alls konar pælinga þar lagið til dæmis í 6 út af því að sko fyrstu þjóðatíðalögin voru alltaf sami fyrir lúðrasveit þannig að mér fannst þetta þurfa að vera vals eða í 3 og þannig ég var alltaf með lúðrasveitin í huga svona Oddgeir sem samt ég veit þú kemur stjórnandi lúðrasveitininn í Vestmannaeyjum fyrsta þjóðatíðalagi frá 1920 og eitthvað setjast á Sumbli og það var svo langt síðan að það hefði verið sami lag fyrir lúðrasveitina þannig að mér fannst bara mjög eðlilegt að ég myndi hafa þau í huga með það lag og þannig að það voru alls konar svona pælingar í hvaða takt er þetta, í hvaða tóntegund er þetta og hún er svo hræðileg fyrir lúðrasveitina en hún þægileg fyrir kassagítarleikara þannig að þetta þurfti alltaf að vinna saman en allan ég beðin að semja þetta lag og ég klára þetta lag og svo kemur það út og ég var svo stressaður þegar ég fór í eitthvað svona viðtal þegar lagið kom út þá fór ég minni ég að farið á X-ið þá var lagið spilað á X-inu, Bylgjunni FM, öllum stöðum samtímis held ég fyrst á eina skipti sem það hefur verið gert að það hefur verið spilað á X-inu og til að gera langarsögu stutta aftur þá var því ekki tekin eitt sérstaklega vel ég heyrði sögur af skipstjórum út í Vestmannaeyjum sem fóru úr stýrishúsi niður í matsala segja að þeir hafa aldrei skammast inn í mikið fyrir að vera eiga menn hvaða jarðarfara sálmur er þetta eiginlega en svo bara einhvern veginn þegar við spilum lagið í brekkunni og það bara gerist eitthvað brekkan stendur upp, syngum með okkur og lagið bara byrjar að óma út úr tjöldunum alla helgina og það bara gerist eitthvað sem að var ekki búið að gerast allar í minningunni hjá mér og já, það var gott gig sko. Það er svolítið merkilegt að þú sett að segja þetta sko að því að ég mani mig þegar ég heyrði þetta fyrst ég bara já, býtti hann fara að semja þjóðatíðalag og Magnús Þóróð texta akkurat og ég var oft bara að hugsa bara af hverju sandar ekki eitthvað restlag hvað er hann að bæla? Hann fær eitt tækjur en þarna ert þú með vision þarna var ég með mjög skýrt vision og þú ert með samfæringu og það bara þetta var aldrei vafi í þínum huga bara nei ég get ekki gert það, ég verð að gera þetta svona já, bara mér fannst þetta bara að vera svona og ef þú hefur bara eitt tækifæri til að gera þjóðatíðalag og gera bara þjóðatíðalagið sem þú vilt það sem þér finnst mega sens og það passar inn í þetta er bara episkasti tónleikastaður í heimi skilur það er bara gladiator mætir og kveikir í brennunni skilur þú veist þetta er rugl, þetta er svo flott öll stemningin hann í kringum þetta þú veist eins og þú segir að það er vagninn og það er gladiatorlagið svo eins og þú ert að vísa þá í sögu þjóðatíðar með lúðrasveitin og allt það þetta er allt það sem að þú ert að spá í að setja í þetta sem að lagið sem að verður já, bara þetta þarf að vera epíst þetta er bara atriði í bíómynd það er það sem þetta er
en er líka að reyna að ná saman, þú veist, komið lúðrasveitin inn og þú heldur í þessa hefð og þá fer það inn í menningararfinn hjá þeim, lúðrasveitin kann lagið, þetta er bara það sem að þeir sem í lúðrasveitinu spila, þetta bara fer í röðina með allir hinu, þetta er bara til og Ómar í dalnum What We Do in Life. En þegar þú ert búin að heyra sko einhverjar svona mótbárur fyrir kvöldið áður en kveikt í brennunni, varstu komið með sannfæringu fyrir þetta væri að fara að virka áður en stegst á svið eða fannst það bara á sviðinu? Ekki hugmynd sko, það var bara í raun og kannski í momentið, það var á laugardeginum, þá var ég ekki að spila, ég var að spila síðan eitthvað aðeins á sunnudeginum minni mig. Já. Að þá sitt ég í brekkunni og það er eitthvað í gangi, ég man ekki alveg hvað það var og ég labba svona niður brekkunni og er að labba svona á pallinum fyrir framan sviðið, þú veist, það er svolítið stórt planið þarna. Þá er kveikt á laginu í græjunum, vegna það var changeover á sviðinu og var að skipta yfir í næstu hljómsveit, það var kveikt á laginu og ég stend þarna bara með brekkuna fyrir fram mig og brekkan byrjar að syngja það bara með upptökunni. Það var moment, þá var ég bara ok, þau kunna lagið. Já, þá leið mér eins og já, þetta geti hugsanlega virkað. En ég var alltaf bara, ég var ánægður með lagið. Þannig, þú veist. Já. What more can you ask? Nei, það er svolítið þannig. Og svo færðu lyklana að Vestmannaeyjum bara í kjölfarið. Nei, ég man ekki hvort það 13, 14 eða 15 ár sem ég er búin að vera hérna í röð og ég er búin að semja nokkuð þjóðtíðalög og tekið þátt í að gera, verið þáttakandi í að hjálpa öðrum að gera þjóðtíðalög. Ég samdi næst 2016 Ástæðan sér stað og aftur á Maggi textan þar, Sverrir og Friðrik Dór. Stoppum aðeins. Ég klappa lónum, ég stappa fótunum. Það er besta atriði í heimi þegar það kemur sko. En betur, hvaðan kemur það? Sko, ég var búinn að semja lagið, melodíuna og formið allt og gera þetta og ég var búinn að biðja Magga, bara eftir til að vera með mér, semja textan. Nei. Ég bara, af hverju ekki? Þetta gekk svo vel síðast. Það er bara algjört glapræði að fara að semja annað lag. Bara take the win, ekki koma nálægt þess. Ég geri lagið og geri demóið og eitthvað svona og ég var mjög ánægð með það, eitthvað svona melodíuna og eitthvað svona, ég fílaði þetta og búinn að setja alls konar klöpp og eitthvað svona inn í þetta og svo sendi ég þetta á Magga og hann ringir í mig, ég er með hugmynd. Ok, ég fíla það. Þú verður að koma í Hveragerði, ég get ekki sagt þér þetta í síma, þá skellir örugglega á mig. Og ég, ok. Svo fer ég til hans Hveragerði og við erum búin að vera eitthvað bara að spjalla. Hann alveg geggja kaffikunni, gullitaða kaffikunni, mikill áhuga maður gott kaffi og svo erum við eitthvað að lappa saman kaffikunni og hann er eitthvað hella og við erum að tala um eitthvað svo snýr hann sem við og horfir í augunum og ég klappa lófunum og ég bara já veist, það var þannig milda eitthvað svona en svo bara syngur hann þetta og ég öskraði mér og skoðu mér þannig að þá var þetta tekið allir og það eru fjallabræður sem eru með klöppin og stöppin þeir eru ekki krediteraðir í laginu þeir syngja við lagið og klappa og stappa Þetta sannarlega virkaði Jesús minn, þetta er bara svo höfðu herða nýja tær sko. Þetta er fyrsta þjóðatíðalagið sem kemur út á Spotify Nei Jú, strákum mínus 2016 Já Ok, og þú sko ef við kannski bara, ef við förum aðeins yfir sko, hvernig þú ert að stýra þessu sunnudagskvöldi Já, ég geri það í nokkur ég man ekki eins og hvað mörg ár en ég geri það aðeins mörg ár og hver er svona vinnan sem að fer í það hvað nær það langt, ert þú að bóka atriðin, ert þú að ákveða lögin Þetta er bara samvinna skilur þjóðatíðin nefndir kannski með eitthvað hugmyndum hvað er þið vilja hafa og maður fær þar upplýsingar og svo heyrir maður í listamannunum og maður reynir að setja þetta saman og búa til eitthvað svona konsept, hvernig þetta er gert þannig að það er bara alltaf samtal bara hvað er best fyrir brekkuna for the Colosseum ef við vitnum aftur í Gladiator sko. Þannig að það er alltaf bara teamwork sko. Og ertu þess að þegar þú ert að pródúsera svona sjó þú ert náttúrulega búin að gera þetta með fjallabræðurum áður skilur að halda stóra tónleika og svona alls konar, já og strax þegar þú ert látið sjá sundarskvöldið varstu strax með vision hvernig þú vildir hafa þetta og sjá þetta hvernig þetta á ganga fyrir sig að vera með röðin og tónlistarmönnunum hvernig koma inn á sviðið og annað Já, ég hef alltaf að svona frekar skýra
skoðanir á því hvernig ég vil hafa hlutina, en leiðarljósið hjá mér hefur alltaf verið, hvort sem það er sjónvarpsball á Flatri eða þjóðatíð eða eitthvað annað, að bara öllu líði vel og allir viti hvað er að fara að gerast. Já. Og við séum bara svolítið samanlega hvað erum að fara að gera og af hverju við erum að gera það. Skilur, ef aðal markmið okkar er bara við viljum bara brekkunni líði vel, eða við viljum koma þeim á óvart, eða við viljum að þau syngi með, eða whatever, og bara að listamann líði sem best. Það er besta sem getur komið fyrir ykkur hljómsveit, það er að söngurinn líði vel. Skilur, hann öruggur, confident, og þannig að já, ég hafði alltaf mjög svona skýra sín hvað mér langaði að gera, sko. Já, og þú hugsa svona sjó, ert að hugsa ég ætla að byrja á sprengju eða ég ætla að byrja svona, svo tökum við það niður og fyrir mig, ertu alveg með þannig pælingar á flæðinu? Ertu þá að tala bara með þjóðatíð? Já, bara lagaval til dæmis á fyrir út að pródúsera svona kvöldskiliru, ertu alveg bara með puttan alveg í þessu, spáir hvernig þetta annarkot byggist upp eða... Já, ég geri það, en sko þjóðhátíð er bara stæðsta rúta á Íslandi. Þetta er bara risatór rúta og þú ert með mækin og það bara fólk elskar að syngja í þessari brekku. Þetta er mjög söngelsk brekka. Þannig að þetta er ekkert mjög flóki gig, sko. en þú vilt gera það vel og veist, en svo kannski tekur eitthvað annað, þú ert að halda tónleika og þegar langar að koma fólki á óvart og gera hitt og þetta, búa til eitthvað svona flæði og eitthvað það, en þetta gig það bara að vera gaman, þú veist, og að það er mín skoðun. Þetta er bara, ég meina eins og þú varst að tala um áðan að niður í bæ að krakkar eru að syngja 50 ára gömul lög. Hvað heldur þið að lært þetta? Þú veist, brekkan, þarna lærir Þórsmerkurljóð, þarna lærir söknuð og allt þetta. Þarna er þessu haldið við og það er mjög fallegt. Þetta er katalógurinn okkar, þetta er menningararfur, allan svona að dægurlaga og popmúsík okkar sem að kannski, þú veist, ekkit öllum finnst cool en þetta er bara partur af okkar. Hafið verið hérna að bæta við svo einhverjum svona lögum, nýrri lögum þar að segja eitthvað svona inn í þetta, eða er þetta bara þessi gömlu góðu? Það kemur alltaf bara með nýjum artistum. Það er bara, einmitt. Þú veist bara, það kemur bara allt í einu eitthvað lag og 2 vikum eftir að kemur út þá líður þið bara eins og heimurinn hafi aldrei verið til án þessa lags, skilur, og þá er bara ekki hægt, bara ef þú kannt ekki lagið, þá ertu bara ekki með. Þú veist, ef þú ert í þessum leik að vera að spila lög eftir aðra og eitthvað svona, þið vitið alveg hvað þetta er, það kemur bara alltaf. Annars, mér finnst það áhugaverð pæling, sko, núna, það kemur svo mikið út á músík, sem mér finnst jákvætt, að það er svolítið langt síðan að það komið eitthvað lag sem hefur svona alveg heldtekið alla aldurshópa. Akkurat. Ég meina, sko, það er alltaf mjög sterkt í minningunni þegar Stingum af með Múkisson kemur út. Að það var alveg sama hvaða harðþöðs þú talaði við að ömmu, sko. Það bara sunga allir lagið. Já. Þetta er oft svona lög. Þetta er Esjan, þetta er Stingum af, þetta er Vegbúinn, þetta er Rómeó og Júlía. Þetta er svona lög. Akkurat. Maður getur séð fyrir sig einhver lögum með hérna Friðriki Dór og eitthvað svona getur komið inn í þetta. Jú, vissulega. En já, þetta er svona Íslendingar dansa með textanum. Akkurat, þetta er svo satt að því að hérna eins og kannski hlustendur vita og allt þú veit þá spila ég tónlist með grín en hérna en ég man söngvarinn í húsinu og sléttunni eins og alþjóð veit hérna en ég var eins og bróður minn Valdimar Olgesson bassaleikari mjög eftir ég ætla að fá að skjóta einu inn ég er eini maðurinn í bransanum á Íslandi sem á þann heiður að hafa verið hljómsveit með öllum Olgers all the Olgers the Ollies hérna við vorum að spila þinn í bæ ég og kassagítar að syngja, hann og bassa svo hérna fer hann í smá pásu, ég held áfram og innlapa túristar og ég man ekki hvort ég er að spila fram á nótt eða þú veist, mína eða eitthvað og það er bara, og þeir horfa bara það er bara fólk að dansa já, við rólegt lag við engan takt, ekki neitt og fólk er bara að skemmta sig þeir skilja ekki neitt síðan kemur Valdi bróður upp á svið setur á sig bassan og þá byrjar hann og þá byrjar þeir bara, já ok, núna get ég fara að reyða I can get into this en þeir bara, þetta er stórmerkilegt þetta er ótrúlegt, við erum svona bara ef að textin er góður og þá bara, eða þú veist, góður hvað er gott, þú veist, bara ef fólk tengir við textan hann gerir eitthvað fyrir okkur, þá bara virkar lagið og það er ótrúlegt já. Ég veit ekki á hverju en hvað bandi voru því? Við vorum í húsinu á Sléttunni
Húsin og ef sléttunni. við vitnum aftur í húsið og ég Já, sem að er hljóðstin grafík sem er að vestan, húsið er að gráta alveg svo ég, þetta eru hús sem stóð á sléttunni á Ísafirði sem var æfingarhúsnaði hljóðsveitarinnar sem við vorum við, þannig að við höfum hort út þessa rúðu sem talaði í laginu, það eru tára rúðinni og þar æfðu við og spiluðum á okkur örglega bara einhverjum þorrablótum og skólum mötunett í fiskvillhúsi en það var bara góði tímar og skemmtilegt en sko að því að úr þessu að verður til svona ótrúlega stemning með ykkur og þú Sverrir þið verður svona ákveði monster eða ekki bara í skemmtana bara svona út frá þessu eða? Já, það eru þín orð en það var nóg að gera hjá okkur sko þetta er alltaf orðin að spinga. Það er einhver að tala þig Já, við spiluðum mjög mikið ég og Sverrir og svo var maður alltaf að spila okkur böllum og eins og maður lenti oft í fyrir vestan maður var alltaf að spila helgi eftir helgi á vagninum og hljómsveitin hét aldrei það sama og það var bara svo til þess að reyna að fá fólk til að mæta á nýljónsveit á vagninum það er bara nýtt nafn, samanrættin blessu sér minning Björgvins Halldórssonar og ég geri tónlist í bíómynd úr Bolungavík sem heitir Albatross sú mynd og þar er lag í endurinn á myndinni sem heitir bara Albatross sem Sverrir Bergman syngur og stuttu eftir það er ég beðinn að semja þjóðatíðalagið 2016 og þá bara stingi ég upp á því bara, getum við please heitið eitthvað þessi hljómsveit ég nenni ekki, getum við bara gert þetta vel og bara sett einhvern ramma utanum þegar við verum að spila þannig að það fyrsta sem hljómsveitin Albatross gerir er að gefa út sem sagt ástinans í það er bara hljómsveitin og út frá því förum við að bara spila mjög mikið og það eru góði menn, það er ég og Sverrir bróðin Valdimar Olgeirsson og bassa Halldór Smárason frá Ísafirði og hljómborð og Sem sagt, fyrir fólk sem þekkir ekki Halldór þá er hann hinn-gaurinn hjá Sólahólm já. En þetta var ekki byrjunarbandi sko, Helgi Eilsson sem hefur verið bassarleikari Fjallabræður gegn 10 ára bassarleikari þarna og Valdi bróðin var í námi út í Hollandi og Óskar Þormarsson og trommur sem hefur líka verið trommuleikari hjá Fjallabræðurum í 20 ár þannig að þetta er svona sama gengið sko en upp úr þessu 2016 þá verður bandið til Já og ég ætla að halda áfram að tala ykkur upp Það má alltaf klippa þetta eða ekki? Jú, ég segir reyndar alltaf einhverjum eins og þetta það má alveg klippa en sko vissulega hafa verið hljómsveitur á Íslandi áður ég gerir mig grein fyrir því Já, en þið setið svona ákveðin tón og stefnu sko þú veist, þið fara allir að mæta saman í alveg klæddir Já, hjallastefnan, alltaf bara vera snirtilega klæddir bara eins og Ingimar Eydal og kó En maður tók eftir þessu svona að fóra að breytast aðeins ásýnd og öðrum baldböndum sko eftir að þið svona fóra Já Er þetta eitthvað til þessu hjá mér að þið hafa sett svona smá tón með hvernig sjóið er og annað sko Ég ætla alltaf ekki að leggja mat á það, Birgir, hér næstu því beinni útsendingu en það getur vel verið og ef svo er þá er það bara fallegt sko, finnst mér Já, ég er ekki meinaði í neikvæðum skilningi, heldur bara að þið influensuðu svolítið og voru svolítið stórir og eru stórir Takk fyrir það en það allan að þá byrjar mikið spilir í og mikið svona mér leiðist að kalla það hark en þið eru bara á milljón Já, spiluðum alveg ógeðslega mikið og fara í gegnum þetta allar þessar árshátíðir og útihátíðir og alls konar svona sem bara frábær skóli gaman að gera, þú ert alltaf að læra eitthvað ný lög og þú ert alltaf með kannski eitthvað nýr gestasöngvari og maður kann orðið katalógin hjá öllum söngurum á Íslandi og kynnist mikið af fólki og svona, bara dýrmætt reynsla svo er þetta líka vinnan okkar skilurðu en sko út frá þessu sko, þú ert búin að upplifa svona flest allt sem að tónlistamenn dreymir á þessu tíma þú ert búin að spila á stærsta sjói í Íslands þú spila á menninganót þú ert búin að, ég get haldur að telja aldrei fór í suður og alls konar bara ertu þá farin að hugsa á þessum einhverjum tímabúti kemur að þú langar að fara að prófa eitthvað nýtt eða þú veist, það kemur þá meiri svona kemur þá kannski svo við kynnum til leiks upptökustjórinn og Halldór Gunnar fyrir sögunar Já, sko mér
það hefur alltaf einhvern veginn verið byrjun hjá mér að mér finnst gaman að búa til tónlist og mér er alltaf langar til þess að vera kvikmynda tónskáld. Já. Það hefur alltaf verið það sem ég ætla að gera þegar ég verið stór. Já. Og þannig að það hefur alltaf legið svona undir niðri. Það var bara þörf fyrir að búa til og taka upp músík og byrjaði mjög ungur að fikta við alls konar svona og hafði spilað nokkur upptökur og keifti mér mjög fljótlega upptökuforrit og ekki bara sko að hluta til vegna það getur verið dýrt að fara í hljóðver sérstaklega og veist ekkert hvað er að gera og það fyrir langur tími að komast að markmiðinu en líka bara ég hafði áhuga á þessu þannig að ég byrjaði bara strax að taka upp sérstaklega Fjallabröður bara taka þetta upp allt sjálfur og lærði af góðu fólki Hafa Tempo, Önnabróðir og Gunnar Smára og alls konar fólki í kringum mig og já, þannig ég byrjaði bara mjög fljótt að gera þetta sko. Já, ef við kannski svona við erum búin að taka þessa punkta á ferðunum hjá þér og þú veist það voru leiðilt að þurfa að þjappa líf fólk saman í einhver spjall sko en Samt allar að gera það? Ég ætla samt að gera það, það var ógeðslega leiðilegur Maður kom með, ég var skjóta einu punkt inn í þetta, við vorum nú að tala hérna á hann einhverja 10 tíma til að vera einhver meistari á gítar og svona myndu þið þurfa að segja að þú þarf 10 tíma á giggi að spila fyrir fólk og 10 tíma að himinn hafa milli besta æfing sem þú færið að spila gig bara að geta komist á þann stað að þegar þú stendur á sviði þá ertu besta útgáfana sjálfur útgáfana sem þú getur verið nýri í æfingarhúsnæði það er bara trikki sko að vera þannig vera það confident eða bara, já líða bara það vel Líka bara, fyrst erum að tala um þetta þú getur séð líka alltaf með stóra hljómsveitir hvernig það þróast og bara ef við tökum Coldplay sem dæmi ég var að hlusta á fyrstu plötuna þeirra ótrúlega flott plata en svo sérðu bara hvernig sko vinsældirnar og venjúin sem þau spila á síðan þau reyna breyta ferlinum og tónlistinu sem þau skapa þannig að þeir fara einhvern veginn að semja alltaf tónlist sem að henda meira fyrir venjún sem að þeir eru, þú veist, bara soundi stækkar allt stækkar, skilur þú veist það er þetta sem þetta gefur náttúrulega að spila fyrir fólk, þú fær viðbragð og það mótar alveg, eða ekki hvernig þú nálgast það síðan í framhaldinu Ég hitt henni svona Coldplay sem var mjög fyndið ég var að fóra tónleika með þeim hérna í Reykjavík og kerði ég að Vestham til að fóra tónleika með Coldplay og var á leiðinni svona tónleika með U2 út í Írlandi og ég fer á tónleikarinn ára nýbúin að gefa út fyrstu plötunum sína og ég kaupi ból sem að stendur á Coldplay með svona stöðum eins og er í orðabókum, þú veist hvernig á að bera fram og ánægði með að ból að alltaf verið mikill Coldplay maður sko. og svo er ég bara fyrir á tónleikan á 50 flýg út til Dublin til að fara á tónleika og ungu maður skilur bara í stöði og var eitthvað á djamminu á hótelinu sem ég var á svo er eitthvað í barinn að panta með Guinness og snýmir svona við og ég skil ekkert í það okkur er allir að horfa á mig og fannst eitthvað einkennilegt og var eitthvað svona varum mig eitthvað svo snýmið aftur við og það er allir að horfa á mig en þá ég bara, þetta er eitthvað skrítið og svo svona kíki aðeins svona í kringum mig og þá eru svona 25 manns í kringum barinn og allir í alveg ból og ég svona Coldplay ból og svo snýði mig til hægri og þá situr Chris Martin hérna með mig og þá var þetta sem bara krúið og öll hljómsveitin á hótelinu og átti þarna feikna gott spjall við hann hvernig gítara hann notaði á en þetta var bara random, bara einhver Íslendingur og fyllir í sko, sem að rækst á Chris Martin en það er bara sama ból og hann Já, það var mjög fyndið en þetta var útastundunum En þú hafðir ekki áhrif á Chris Martin og hans líf og framhald þess Já, þú var að spyrja hann Ég ætla samt að fara að skjóta inn í ég satt inn í Super Justy með Halldóri Gunnar í desember að keyra suður á mjústónleika Já, ég menna því Það var geggjaða bíl Já, geggjaða bíl það sem langar að leiða að er að þú ert orðin einn sá afkastamesti og umsetnasti upptökustjóri landsins í dag Það er ekkert annað Ég ætla bara að halda áfram að þessu Það er þín orðan þó Það er sem sé að reynaði mann En þú ert á kafi í þessu núna og þú ert búin að vera að vinna með mörgum af stærstu tónlistarmönnum landsins þar að meðal manni sem einhver ætti kannast við sem heitir Bubbi Mortens Rétt Í rauninni kannski mér langar að leiða að því þú náttúrulega ert búin að vera að gera sér Eyjalaug Fjallabræðralaugin alltaf hvernig fer það að fólk verður að hugsa
þessi gaur er geggjaður, ég vil hann taki upp plötuna mína, hvernig svona mótastu inn í það stig? Það góð spurning. Ég ætla bara að segja það sem ég held, skilur þú veist. Svo skal ég segja það sem ég veit. Já. Sko, jú, þú þarfst að ná einhverju færni í tæknimálum og músík og eitthvað svona, en svona held ég að mannlega þátturinn skiptir svolítið miklu máli, bara hvernig fólki líður og hvernig maður nálgast að búa til músík. Það á að vera gaman og fólki á að líða vel og ég held ég hef alltaf bara meðvitað og ómeðvitað lagt áherslu það er ómeðvitað, mér finnst bara gaman að búa til og þannig held ég að svona flest verkefni sem að hafa svona dottið í fangið á mér orðið til, sko. Ég meina eins og bara Bubbi, við erum búin að vinna saman núna 1,5 ára eitthvað svo leiðis, búin að gera eina plötu og halda ágætis tónleika í Laugardalshöllinni og eitt og annað, en hann kemur bara mjög svona random inn í stúdíó til minn til að syngja inn á lag sem ég var að taka upp fyrir Friðrik Dór sem heitir Til hvers þá að segja satt og á leiðin til Spánar eftir þetta sesjón og skilur kassagítarinn sinn eftir í stúdíónu, spyrir mig hvort ég sé til að geyma hann og ég sagði bara ekki máli, kemur gítarinn að Bubba Mortens ef ég má spila hann og hann segi já við því og svo kemur hann bara einhverjum 10 dögum seinna heim frá Spánu og segi þú ert að fara að gera fyrir mig plötu. Hann verður að svara því af hverju það er. Kannski leið hann vel, kannski sá hann eitthvað en já, þannig að það bara gerðist einhvern veginn og búið að vera mjög skemmtilegt, skal ég segja ykkur. Já, hvernig megum við skikast eitthvað eins og baka tjöldin, hvernig þetta var? Já, bara endilega. What do you wanna know? Ég meina, Bubbi segir ég ætla að taka plötu og segir hann strax ég ætla að hafa hana svona eða er þetta kaffibolli saman og þið ræðið eitthvað svona, þú segir ok, ég er búin að hlusta Bubba frá því ég man eftir mér og það er ákveðin tímabil sem ég fíla og ég var til að gera eitthvað svona, við ætlum að gera eitthvað alveg nýtt eða annað, hvernig þessar samræður áður en fara á stað? Það voru mjög einfaldar, ég bara man að hann sagði þetta, þú ert að fara að gera fyrir mig plötu og ég hugsaði eftir hvað þýðir það? Ég sagði bara já, ég veit ekkert hvað það þýðir, ég segi bara já. Ég bara og fyrir mig persónulega þá er ég bara ég fæ bara að vera með öflugasta lagahöfundi í Íslandssögunnar bara sjá hvernig það vinnur og bara hlakkaði bara til svo tókum við sesjón og hann fór að spila fyrir mig lög sem hann var með og okkur svona og ég man ég spurði hann bara mjög hreinskilinn, ég held að það hafi verið fyrsta eða annars sesjón bara ég veit ekki alveg hvernig ég á að gera Bubba-plötu hvernig gerir maður Bubba-plötu og þá sagði hann bara hei, verður rólegur gerðu bara það sem þú fílar ég læti vita að ég fílaði ekki verður bara þú og ég bara já, ok I can do that og þá er svo gaman skilu, þá bara er maður óhræddur og ef ég ger eitthvað sem maður fílaði ekki þá bara, nei, ekki svona já, fíla þetta þá eru samskiptin svo rein og bein og allir óhræddir við að segja hvað það finnst eða koma með hugmyndir. Það skiptir engum máli þó hún sé skotið niður. Þetta er bara hugmynd. Þannig að þetta var alveg svakalega einfalt og bara rosalega gaman, bara og gefandi. Og já, þannig að ég þurfti eiginlega ekkert að hugsa. Það var bara þetta lag býður upp á svona, þetta lag býður upp á svona. Þetta bara dælast úr honum lög, sko. Er eitthvað sem að þú tókst virkilega með þér úr þessu, eitthvað sem lærir að Bubba? Vakna hverju með einasta morgni og semja lag. Allan daginn, alla daga. Vakna með tilgang, sofna með tilgang. Það er það sem Bubbi gerir. Þú veist, hvernig á ég að orða þetta? Það skiptir engum máli hvort þú sjómaður eða eftir að reka bar eða veitingahús eða bakari eða lagahöndur. Vaknar og hverjum einasta morgni með þann tilgang að láta þetta verða að lífinu þínu þá eru meiri líkur að það takist það þýðir ekki að það takist en þú ert allavega með plan og það er hann með, hann er 70 ára gamall það eru meira en 1000 lög á Spotify sem liggja eftir hennar mann og guðum að vita hvað er til mörg lög sem hafa ekki komið út og hann er bara alltaf að semja og það er fullt af fólki svona út allan heim en veist, hann er einstakur með þetta hann er alltaf að semja og allt sem að fylgir í kjölfarið er bara afleiðing þess að hann vatnar á mótana og semur lag sem er magnan. Þannig að þú ert að byrja þessi, Baldur? Ég byrjaði bara í morgun. Já, flott. Ég meina,
Gotta start somewhere. En hvað til dæmis eru frá manni sem að semur lag á hverju degi, það eru 365 lög á dag. Nei, Á dag. Ég er ennþá með stúdinspróf, ég minn á það. En hvað voru að vinna með stóra bunka þá upp? Mér minnir að lögin hafi verið eitthvað svona 60-70 sem við vorum að vinna í, þú veist, þegar þessi fyrsta plata. Og þetta er ekki bara eitthvað svona, ég er með hugmyndalægi, svona, þetta er bara fullunni lag hjá honum með Já, það er það sem er svo magna við hann, hann er alltaf bara svo svakalega góður textahöfundur og hann er svo góður að, þú veist, strúktúra lög strax. Hann bara kemur texti, hann semur texta, hann bara ælist úr honum, svo bara tekur hann gítarinn og það bara komið lag. Daginn eftir geta hann samið annan lag við hennar texta og svo þurfum við ákveðum að fara að taka það upp, þá kannski kemur þriðja lagi við sama textan. Veist, hann, að semja lag er ekkert mál fyrir hann. Þú bara setja fyrir hann texta og það bara kemur lag. Og já, þannig að þú veist, úr nógu að velja og svo stundum kemur bara eitthvað bara, já, þetta er málið. Og þá er bara tekin ákvörðun og það er bara gert og aldrei litið tilbaka og aldrei efast og bara gerðu þetta og áfram. Sem er kannski, þú veist, eins og við bara tökum Springsteen eða Dylan eða Joni Mitchell eða hvað sem er, þú bara semur og þú gefur út plötu, moving on. Já. Þú ert ekki að hanga á okkur einu lagi, geðið lengi, þetta þarf að vera fullkomið, þú bara gerir músík og heldur áfram. Já. Ég fíla það. Kom einhvern tíma á moment til dæmis með þessi lög, það sem að þið splæstu ykkur 2 lögum saman. Þetta lag, byrjunin, erindi í þessu lagi geggjað, ég held að kórusin í næsta lagi passi betur við það. Var eitthvað svoleiðis moment eða? Nei, ekki í þessu ferli. Nei, það var ekki þessu ferli. Þetta var allt svona, það var með ykkur 3 eða 4 sem voru alveg bara, sérstaklega eitt lagarna sem er með bara stórkostlegt sem heitir Við föllum, sem að ég bara átti ekki orð þegar hann spilaði það fyrir mig, sko. Mér varst það svo flott, sko. Og já, það er bara mjög inspirerandi að vinna með mannesku sem er svona kreatív. Það bara hvetur mann áfram, sko. Og það er bara gaman. Og óhrætt. Ég fíla það líka. Já. Fyrst þú segir þetta, þá er þetta ógeðslega áhugaverð pæling. Óhrættur. Að því að ég held að stoppi rosalega marga frá því að semja tónlist. Það er einmitt eins og við tölum með kveikjumeldana. Þú þarft að hafa conviction, samfæringu, trú, sjálfstraust. Og ég hugsa alltaf þetta með týndu kynslóðuna eftir Bjartmar. Geggjaður texti. En þú veist, hann er svo sannur. Sko, og þetta er karakterinn hans og allt það, hans Bjartmars. Húmorinn hans og allt það. En ég fór að hugsa, þetta koma margir partar saman sem að gera þetta að þessu legendary lagi sem þetta er. Já. Það er Rúnar Júlíusson er örlagavaldur þarna. Hann sagði Bjartmari, þú ert að fara að syngja þetta. Já. Bjartmar kom til Rúnars og átt að fara að finna söngvara á öll þessi lög. Þegar maður getur svona ímynd sem maður sæti heim í stofu, maður bara eitthvað pabbi minn kalla, kóki síp, nei, guð minn, Gleymdu þessu. Það er engi fílað þetta, sko. En þetta er einmitt samfæring, trú, sjálfstraust. Já, og ykkur sem að, þú veist, ítir á þig eins og í tilfelli Bjartmarsanna, ég hef heyrt hann segja, þú veist, Rúnar var að hvetja hann, hey, do it. Þú veist, þú ert með þetta, það getur enginn sungið þetta betur en þú. Þetta kemur frá þér. Já. Líka þessi berskjöldun að einmitt gefa eitthvað út. Já. Ræðileg tilfinning. Hún er ræðileg. Ég man bara þegar maður var fyrst að gera eitthvað svona, ég bara, oh my god. En svo tók ég bara ekkert hérna ákvörðun og bara, mér er bara sama. Já. Ég verð bara að fíla þetta. En svo er ég náttúrulega ofta að vinna með öðru fólki og fyrir annað fólk og eitthvað svona. Og þá verður þetta öðru sér bara, já, ok, ég þarf að fylgja minni samfæringu. Ég þarf að fíla þetta. En ég líka reyna að gera eitthvað sem þessi aðili fílar og inn í eitthvað svona, veist, og þá er það samtalið. How do we do this? Já. Það er ekki my way or the highway, það er bara, við erum bara að gera músík og svona, þurfum að tala saman. Akkurat. Og út frá þessu, þá kemur þessi maður sem að margir þekkja á þetta, Bubbi Mortens, og segir, Halldór Gunnar minn, ég er hérna að vera 70, ég ætla að halda upp á það í Laugardalshöll og ég veit að þú sjáur það. Já, neða, sko, hann sagði, þú ert tónliststjóri. Ok. Það var kannski bara rökrétt framhald að samstarfinu sem við vorum í og við vinnum vel saman og gaman hjá okkur og
þetta bara svona meikaði einhvern veginn sens í svona flútti. Við vorum að búa til músík og það þurfti að fara að flytja músík og teimi sem í kringum Bubba og hérna bara vinnum öll rosalega vel saman sko. Þannig að já, ég sagði aftur bara já þar og tók því challenge og þótti það gríðarlega gaman, þetta bara skemmtilegasta gig sem ég hafði minni spilað sko. Bara allt aðdraðendaðinn og allt sko. Við skulum hafa það skjaldfest, þetta voru 70 tónleikar Bubba, með tónlistarnas Bubba sem að hann hefur samið og gert fræg og allt það 06, 26 En hversu mikið af Halldóri Gunnari er í svona tónleikum? Já, þú verður að spyrja í þetta, hvað mennur? Ég er að tala um hvað hafði þú mikil áhrif á sjóið, hvað lög eru spiluð, í hvað röð eru þau spiluð? Já, ég meina þá bara, við Bubbi bara töluðum mikið saman það, hann alltaf mjög sterka skoðun eðlilega, hann semur þetta allt og þetta er ammalega hans. Eins og segi. Og ég reyndi bara að vera, þú veist, það er skrítið að vera í þessu, því við erum öll Bubba-fan, skilur, þú veist, og maður þarf að aðskilja þá svona manneskju frá sig bara. Og ég var hlægjað þegar við vorum fyrst með eitthvað 50 okkar lög, ég geti í alvörinu bara farið á Þingeyri og sjómannadagsball og spilað bara Bubba-lög. Klukkan er örugglega svona 2:30 þegar fólk fer að átta sig að ég sé bara að spila Bubba-lög, þess að ballið er bara gott, skilur, það er bara gaman á ballinu. Og rosa erfitt að bara, ef við ætlum að taka þetta lag, þú veist, getum við sleppt þessu leið, þú veist, þetta er svo svakalegur katalógur, þannig að þú veist, það var bara svona skemmtilegu díalógur fram og tilbaka, bara þetta lag verður að vera, já. En þetta, erum við ekki að gleyma þessu lagi, ég veit nokkra fyrir vestan sem myndi að elska þetta lag, eða skilur ég kannski er í aðstöðu bara eins og ykkur annar hefði líka verið þeirri aðstöðu að horfa aðeins út fyrir og bara, hei, ég veit hvað þetta lag skiptir miklu máli og hann er bara þannig listamann, hann á bara þannig lög sem eru bara inn í hjartan á fólki, þó að sé kannski 30 ár síðan að lagi kom út og er kannski ekki í daglegri róteringu hjá okkur, skipta máli. Þannig að það var bara svona skemmtilegu díalógur fram og tilbaka. Hvað passar ekki? Hvað er svona lag sem að þú barist fyrir eyrðin á tónleikunum og var erfiðast að koma á tónleikana en þú fegst í gegn? Frelsarans slóð. Af hverju var það erfitt? Hann bara hafði ekki spilað það lengi og svona bara, þetta lag? Já. Og mér fannst bara, þetta er bara lag, þetta er svo flott lag, þetta er flott gítarinn í þessu og flott skilaboð og þetta er bara svona eitt af þessum kjarna Bubba-lögum þetta er að dögun, ef mann rétt sem er 89, eitthvað svo leiðis og bara, mér finnst þetta lag bara skipta máli og líka það að hann hef ekki spilað það lengi Brotin Lofur ég held að hann bara aldrei spilað það Jakkalakar já, af Kúbublöðinni geggjalag og voru það nálgast þetta verkefni einhvern veginn öðru sen en svona Bubba-tónleikar hafa verið áður, þú veist, hvað voru strax með ykkur að sína og þú veist bara, ég vil að Jakkalakar verði svo plötunni, ég vil að hvað heitir að Þingmannagælan sé bara alvöru sálsa eða hvað þetta er sko tónleikahaldarinn, Ísólfur Haraldsson sem er umbásmaðurins Bubba og Bubbi og bara allir sem koma að þessu þú veist, þetta er náttúrulega þú veist, þetta er Bubbi, þetta er 70 ára afmæli þessi katalógur þú veist, þetta, fyrir mér, nú er ég bara að tala fyrir sjálf mig að mér fannst bara að skipta rosalega miklu máli hann út af búið að halda alls konar Bubba-tónleika að nú er þetta hann katalógurinn hans og við þurfum að ná að geta flutt af samferringu Þingmannagælu og Hiroshima með sömu hljómsveitinni það er challenge skilur, þú ert að gera það samfærandi, það er ekkert mál að spila Hiroshima en það þarf að vera samfærandi og þannig að já, mér fannst þetta að vera einhvern veginn já, á þess að vera eitthvað og dramatískur, þá fannst mér þetta bara svona heiður að fá að taka þátt í því að búa til þetta póskart að þessum stórkostlega listamanni á þessu tímabili í lífi hans, þetta bara skipti máli að þetta sé vel gert og af þeirri virðingu sem að hann áskilið, sem að katalógurinn áskilið og bara svona menningar arfur á nokkað, á þess að vera ódramatískur, þá bara við eigum engan listamann eins og Bubba Mortens og hann er bara, já mér rann blóðið til skildurinnar að gera þetta vel Svo náttúrulega bara það er verið að heiðra líka áhörður í sal sem er bara 100% sem búið fylgjónum bara frá 1980 bara fólk sem að
bara elskar hann og elskar lögin hans og Bubbi hefur einhvern veginn fyllt okkur öllum, ég meina þessu hvaða tímabil skiptir mestu máli, er það GCD tímabili vegna þess að þú varst 19 ára á því tímabili og það var gaman að fara á djamið, er það kveðja vegna þess að bara eiginlega nánast hver einasti einstaklingur á Íslandi hefur hvatt ástvinn og hlustað á þetta lag og eða er það Rómeó og Júlía sem þú varst búin að syngja í partíi eða er það Frelsarans slóð vegna þess að þú keyptir Dögun 1989 þegar þú varst á vertíð og Vopnafirði og þetta er bara platan, þú veist, ég fæ alveg smá gæsóð að tala þetta, þú veist, það er bara svo magna hvernig einn listamæður getur bara svona verið samofinn okkar sögu og menningu og þannig að þetta var ótrúlegt verkefni að fá að taka þátt í og bara fá að vera með og sjá hann með slitin liðbönd notabenni sem var ótrúlegt, hann var bara slasaður á þessum tónleikum, hann vildi bara ekki láta því bera, hann bara fór í gegnum þetta. Það er ekki eitthvað að ræða hérna standið á honum eða þetta er bara rugl. Það bara skiptir engum máli hvar hvernig þú lítur á þetta er bara ótrúlega maður. Það er bara svo leys. Það er bara punktur. En hann var líka að segja í viðtölum sko, það fólk mun aldrei upplifa tónleikar svo þessa á Íslandi og það er leikt háskólabíó í heila mánuð. Já, til að æfa. Og hefur þú tekið þátt í stífu æfingarferli fyrir utan alltaf sjómandarsballa og flatteri fyrstu börni? Já, þá þurfti ég að læra svolítið mikið og nokkur bubbalög, lærði sennilega fyrstu bubbalögin minn þar og svo gott ég sagði að við Bubba, ég sagði Bubbi, ég kann alltaf helmingin að þessu sko, þú ert búin að kenna mér á kassagítar, hann bara, hvað meinar? Ég er búin að spila bubbalög og böllum í 20 ár. Að því að við skulum hérna uppljóstra innherja lindamáli að bróður minn var að spila á svona tónleikum, bassleikari Valdimar Olgjursson. Og ég man þegar hann segði við mig, ég er að fara að spila á Bubba tónleikum, ég bara, vá, geðvögt þetta var svakalega vinna maður, hvað meinar við? Þú kannt þetta allt. Ég sagði, Biggi, hefur hlustað á þetta og spilað þetta í alvörunni? Já, sko, Valdimar bróðin er náttúrulega vandvirkasti maður sem ég hef unnið með, hann vill gera allt. En mér fannst þetta samt svolítið góðu punktur að hérna það leggja svolítið mikið í að ná soundi og spila þetta eins og þetta í raunverulega er, því oft er þú búin að læra eitthvað lag á balli með Bubba, svo hlustar á plötuna og bara, oh my god, hvað var ég að gera? Ég meina, að spila blindsker er samfærandi, að spila aldrei fóru söður samfærandi, þú veist, þetta er eins og challenge og þetta er sound og það er það sem að hreyfir við frumunum í fólki þegar það heyrir aldrei fóru söður og bara, ég veit ekkert af hverju ég er með gæsahúð, ég veit ekkert af hverju ég er grátandi, hvað er að gerast hérna? Það er soundið líka sko. Þetta er ógeðslega góður punktur af því að hérna þegar maður er að spila sumlög, maður spila fram á nótt, maður spila vegbúan og ég spildi lag, ég bara Jesus Christ maður, þetta er alveg bara að fólk nennar hlusta á þetta svo heyri ég fram á nótt með nýtönsk svo heyri ég vegbúan með káká ég bara guðmund almáttur það bara gerist eitthvað inn í þér það eru góð lög sko. það þarf að fanga þessa tilfinningu sko. eins og þú segir mig aldrei fór í suður til dæmis, þetta er ógeðslega gott dæmi lag þar sem að það er ekkert mál að myrða það er ekkert mál að flytja þetta lag illa já, og bara, allir bara hvaða lag er þetta er hræðilegt sko. en eins og þú segir, það þarf að fanga andan já, og svo bara talandi það lag og svo gaman að spila það sko, hann söng það aldrei eins það bara fer að stað og þetta lag er bara svona einhvern veginn svo flutningaskip og þú stoppar ekkert flutningaskip það þarf að, skilur þannig að maður bara fer að stað og hann bara lætur vaða og maður er alltaf í óvissuferð maður veit ekkert hvað þetta fer hátt ógeðislega gaman að spila þetta lag en já, þetta var ótrúlega skemmtilegt og lærdómsríkt verkefni. En þetta æfingarferli 30 dagar í háskólabíói þú veist hvernig var þetta bara var þetta eins og vera undirbúið sig fyrir stríð eða var þetta bara eins og vera í sumabúðum og algjört ævindir að fá að vinna með hæfileika fólki og Bubba Já, þetta er bara landslýsverkefni en hérna, þú veist, það var líka konceptið eins og við rættum með ég og Bubbi og Ísólfur að hérna, þú veist, ég sagði fyrst hérna, engar nótur við þurfum bara að læra þetta og þurfum að spila þetta bara að spila, ég veit að Bubba fannst gaman að æfa og hann er mikill æfingamaður, hann er mikill íþróttamaður og ég bara stakk upp á því og við leituðum lengi vel að rétta húsinu til þess að æfa í sko og svo kom bara háskólabíó upp þarna á einhverjum tímapunkti þannig að við erum í raunum verið bara að æfa eins og við varum að fara í World Tour sko, svona bara undirbúa stóra hljómsveitir sig, við varum vísur bara að fara að taka 2 gig en þú veist
tilefnið, bara, við ekki verðum hljómsveit, við verðum að vera hljómsveit, þetta ekki Bubbi og hljóðfæralekararnir, við fyllir virðingu fyrir hljóðfæraleikurum, en við þurfum bara að verða þannig hljómsveit að ef að Bubbi fer til hægri, þá fer bandið til hægri, veist, og þetta bara verða sem einn, en við erum ekki þeirri aðstöðu til þess að geta tekið nokkuð gig til þess að ná þangað, en að vera í háskólabíu og allar æfingar var bara 1, 2, 3, 4 og svo bara spila 36 lög og maður náði allar anda á milli laga, þú veist, við tókum allar æfingar eins og gig, sko, þannig að þegar að koma giginu það hreyðist ekki púlsinn hjá neinum, sko, þú veist, það bara svona bara, við erum búin að æfa þetta svona. Já. En hvað fyrir mikið í æfingarferli? Þú veist, hvað nákvæmlega atriður að æfa? Eru bara að æfa að spila lögin eins og þið eða eru þið líka æfingar að framkomu? Með þessi tilfelli var nú ekki mikið verið að æfa eitthvað dansból, sko. Endilega, sennilega engin ráðin í bandinu út af danshæfileikum, en svona aðalega bara kemistríða, sko. Já. Hvernig fólk líður á sviðinu og náttúrulega bara svo mikið respekt fyrir Bubba og hver hann og svona maður svona fylgir honum einhvern veginn í þessu, en fyrst og fremst bara þetta, bara kemistrí. Það kemur eitt moment á tónleikunum sem Bubbi segir, vá hvað ég er heppinn að vera með svona gott band. Ég klúðraði alveg svo lagi, en það var bara svo ekkert í skorist, þeir bara gerðu, þú veist, fóru ykkur vinna þú veist, voru þið alltaf bara að horfa á Bubba, hlusta á Bubba, allt sem Bubbi gerir krefst viðbragð frá okkur. Sko, það er kannski ofsögum sagt að hjá honum að segja hann hefði klúðrað laginu. Ég man ekki nákvæmlega, ég byggðist afsökunar í hann orðaði það þannig, hann alltaf klúðraði ekki neinu, en hann er bara living, breathing rock skrýmsli sem að bara 5.000 manns fyrir fram að sig og hann getur alveg tekið eitthvað hægri beygju, sko, og bandið bara orðið ótrúlega gott í að eldan. Já. Og það var ekkert ykkur alvarlegu töflufundur það bara gerist, við þekkjum katalógin vel og ætlum bara að verða lið, skilur, bara lifandi músík, þetta gerist hjá öllum Guns N' Roses og öllum, skilur, maður er bara vakandi og maður er bara að spila, þetta er svo gaman þegar maður er búin að æfa vel, þá er maður ekki hræddur, skiptir einhver máli hvað gerist, það er alltaf ykkur sem grípur, það er að vera hljómsveit eins og að vera í handboltaliði, fótboltaliði, ykkur keilu, I don't know. En þú ert búin með 2 svona risaverkefni, Bubba platan, Bubba tónleikarnir. Ertu í svona, hvað kallar maður þetta, sko, maður er svona hálf tómur eftir þetta, tekur bara næsta við, þú ert komin í næsta? Já, það er oft þannig, sko, en þú veist, maður verður svona pínu eins og sprungin blaðra í smástund, en þannig, það er búið að vera brjálað að gera síðan 4. júlí 1981, ég held að það verði bara þannig, skilur. Ég meina þetta er bara gaman, þú veist, ég verði ekki þreyttur þegar það er gaman. Nei. Ég finn alveg, en þetta er bara gaman og ég meina þó við séum búin að bladra örugglega allt og lengi og þú ert búin að rausa endalaust mitt ágæti og hluti sem ég hef gert. Það er bara hans orð, sko. Já, þetta er bara hans orð, sko, og hann er þáttastjórn þannig að hann getur sagt það sem hann vill. En við erum að hoppa yfir hans mert, sko. Ég kannski kom með eina eftirminnilegasta ball, jákvætt og neikvætt. Ég myndi nú segja eftirminnilegasta gig, kannski bara. Já, það er náttúrulega, sko, þetta Bubba gig ótrúlegt. Já. Og þegar maður er búin að spila mörg ótrúleg gig þá, þú veist, já, ef þú spyrir mig á morgun þá svara ég örugglega eitthvað annað, en ég held að þetta Bubba gig verði alltaf bara svona, þetta var ótrúlegt, þetta var eitthvað svona augnablik. En ef við kemum með eitthvað vond, sko. Ekki segja eitthvað ball með mér, please. Nei, ég var í hljómsveitinni Kór frá Flateyri sem að vann sér það til fræðar að spila svolítið á Rolling Stones lögum. Og við vorum ekkert bókaðir til að spila í breiðfirringabúru í Reykjavík á árshátíð Umferðingafélagsins. Og þá vorum við kynntir sem Rolling Stones hljómsveitin frá Flateyri Kór. Og við mætum í breiðfirringabúð og við stillum upp og tökum soundcheck og fórum sér klæða okkur upp og ákveðum að mæta klukktíma fyrir gig til þess að vera örglega tímalega vegna þess að við vildum standa okkur konir í bæinn til að spila og breiðfirringabúrið á svona annarri hæð, þetta inn í skefinni og ég man að við erum að labba upp, þetta sumarlagi, það mjög bjart og það bara dauða þögn og við erum bara eitthvað að spjalla og hlæja, ungi menn svo bara leiðum við löpum inn í salinn og þá dansgólfið
og svo salurinn og hann smekk fullur, það svona 200-300 manns í salurinn sem sita bara svona í borð og við löpum inn, bara eitthvað í úlpum með gítara og það bara þögn og svo heyrðist bara eitthvað aftast í salurinn, eru þið hljómsveitin? Af hverju þið ekki byrjað að spila? Og ég bara, oh my god og við hlaupum eitthvað á baku og þá orðið eitthvað miskilningur og við áttum að vera löngu byrjar eða eitthvað, ég veit ekki alveg okkur og svo fyrir við að gera eitthvað klára og fyrir við á svið Rolling Stones hljómsveitin kór frá Flateyri, notabenni, sem kunnum meila bara Rolling Stones lög og kannski 2-3 bubbalög og við byrjum að spila bara Stones og það allt og hátt í okkur og hvernig ekki eitthvað íslenskt og hvað það var svona raunað yfir okkur vorum ekki nógu góðir og þá við komist í gegnum fyrir hlutan og pása og ég hringdi í mömmu og okkur bara, þið please til að koma á ballið það allt í ruglinn og við þurfum hjálp og þetta var kvöldi sem ég lærði undir Bláheimni og ég held ég að spila það 8 sinnum þá átekinum söngbókin þannig að þetta minnist það eitt gig og stundu þarf maður að bregðast við og það er svona, eitt af þeim Ertu að fara taka upp ykkur fleiri plötur þá á næstunni eða? Já, ég alltaf ég og Bubbi alltaf byrjaði að vinna annarri plötu og svo alltaf eitthvað svona skemmtilegt á sjóndeildarhringnum þetta bara svo skrítin bransi að maður einhvern veginn segir ekkert frá neina fyrir að það raun og vera kannski bara að vera tilbúið skilur, það bara þá fær maður maður veit aldrei hvað verður maður bara alltaf að gera eitthvað sund kemur út, þetta svona þetta með ísjakan og allt það, maður alltaf að vinna sund verður að veruleika, annað ekki Og hvað verður Halldór eftir 10 árum? Verður hann Zimmer í Hollywood eða hvað erum við að tala um? Það mjög góð spurning. Ég tek mjög virkan þátt í því hérna heima og það var ákvörðun sem ég tók fyrir nokkrum árum að taka þátt fyrir mikið svona lagasmíðabúðir og að vinna með yngra fólki, bara til að kynnast yngra fólki í bransanum og þú veist, þú þarf bara að semja eitt lag til að breyta lífinu þínu en það er sennilega ekki lagið sem að kemur út hérna á Íslandi. Þannig að ég eyði mjög miklum tíma í það að taka þátt í alls konar svona, það er mikið af fólki þarna úti sem er að vinna alveg ótrúlega vinnu og vonandi nær ykkur í gegn og verður með stæðsta lagi heimi og það var sami bara í Skútuvoginum eða eitthvað, það er draumurinn minn og ég geri allt sem ég get til þess að taka eins mikið þátt í svona starfi hérna heima, þetta kallast frumkvöðlastarf þannig að ég er að vona það að ég verði búin að semja eitthvað lag sem er number 1 í Búlgari eða eitthvað eða Kanada eða eitthvað bara semja Allir ég verði ekki bara í podcasti á þér Já, vá, herðu, kannski sjónvarpsþætti, hver veit hver veit hver lífið tekur okkur eða bara spila á sjónvarpsspili í Bolungavík Já, jafnvel á vagninum Ég var allan með gítar Já, akkurat, við tökum annan þátt síðan setna sem við ræðum bara gítarna hérna Okay. Hvað er það langið þáttur? Hann er ekkert svo langur Ég get alveg sagt frá því sko þú átt sem sagt Martin kassagítar áður við hérna sem að er ansi merkilegu gítar þetta er eitt af 12 stykki sem var fram Já, ég á hann ekki, ég er með hann í fóstri fyrir eitt safnara hann heitir 0014F Custom Shop alveg svakalega góðu gítar sko En ég er Martin maður, alltaf verið. Ég bara verða að segja frá þess að þetta var svo skemmtilegt að Halldór er að sína með gítarinn og hann segir hlusta á þetta og hann gerir svona klukkuhljóm, kling og ég svona, já segi meira hvað ég veit lítið gítara en þetta var svona Spinal Tap moment sko, þú gerir kling og svo heyrist hljóðið og ég bara, heyrur þetta ennþá? Ég bara, hvað þá? Það er ennþá smá hljóð Já, hann resonatar svona eins og flýr sko, þú veist, þú spila nótuna og svo hættir að spila nótuna hún ómar ennþá inn í kassan Já Ég sé að þið eru báðir mjög impressed Já, ég skil ekki gott segja sko Ég ætla samt að segja þetta að þetta kannski skipti smá máli í samhenginu með Halldór er að þú soundar og gítar svo svakalega vel Ég ætla að Halldór að hrósa þig fyrir og ég man að þú varst að tala um þetta því að Halldór er alltaf að spila á jóðdeginum á Döskakróni og þú hvernig orðar þetta? Þú segir bara, það er eitthvað ég veit ekki af hverju, þegar hann mætir þá er bara eitthvað annað game í gangi hvernig orðar þetta? Já, það er bara ákveðin orra líka, finnst mér Wow En Það er mín orð Það er þín orð
þú án þess að fara með þetta í allt og djúpar umræðum kassagítarsándi, þetta er eitthvað sem að þú ert búin að leggja gífulega vinnu í. Sko, kassagítarinn hefur alltaf verið besti vinn minn og ég fór aðeins inn á hann þegar ég var að koma heim í hádeginu í frystihúsinu og geti bara sest og verið með kassagítarinn og hann hefur alltaf verið það tæki sem gerir svona sirka það sem ég byrði hann að gera og það er bara eitthvað við kassagítarinn sem að hann er svona framlenging á mér þó ég spila á rafmagnsgítar og allt það og búin að eða örgulega miklum tíma en það er bara eitthvað við kassagítarinn, þetta er harmonika dagsins í dag, þetta er alþýður hljóðfærið til okkur einustu heimili það er bara eitthvað við kassagítarinn, ég bara elska kassagítar, gott kassagítarsánd og það er ekkit verra í heiminum heldur en vont kassagítarsánd. Já. En erum við ekki svona samt búin að tæpa á því helsta án þess að ég sé að þjappa lífið of mikið saman í litla bíó? Já, ég meina, þetta er miklu meira en ég hafði áhuga að þetta. Halldór Gunnar Pálsson, þökkum honum kærlega fyrir komuna. Já, bara geggjað, takk fyrir að koma. Takk bara fyrir mig. Takk fyrir.